Baldur, þá íslenska liðið komið hérna inn í þessa glæsilegu höll, Tbilisi Arena. Hvernig var að labba hérna inn? Bara mjög gott sko, þú veist, ég persónulega með mjög góðar minningar úr þessari höll síðan í sumar þegar við vorum að spila þetta með 20 og gerðum bara mjög vel, þannig að mér líður vel í þetta allavega. Bara spenntur fyrir að spila fyrir fullri höll. Svolítið langt ferðalag sem að liðið fór núna, við vorum alveg í hinum endanum á Evrópu. Hvernig eru menn að koma undan því? Ég held að við finnum alveg leiðir til þess að verða ferskir sko. Þetta er náttúrulega bara mikilvægt að menn sofi og borði og svo þurfum við aðeins að liðka okkur hérna og svo verður Valdi og félagar að standa sig í að nudda menn og svona. Það verður flottir. Full höll hérna á morgun. Íslenska liðið hlýtur að vera bara spenntur að koma hérna á morgun og fara hérna á lokaleik. Já, ég meina það er bara allir mjög spenntir yfir þessu og líka bara gaman að fá tækifæri til að taka þátt í svona leik þar sem allt er undir og við vitum að getum unnið á og ætlum okkur að gera það. Þú verið í að skoða andstæðinginn og vantilega að skoða leikinn, fyrri leikinn og síðustu leikinn bæði Íslands og Georgíu. Hvar sérðu tækifæri fyrir Ísland til þess að ráðast á það? Þeir eru náttúrulega með stóra hæga gaura að dekka boltaskín og við erum góðir að hlaupa boltapikk á toppnum þannig að við þurfum að sækja á það. Á sama tíma varnarlega þá eru þeir með mjög svona gæði í ákveðnum leikmönnum, bara eins og menn muna eftir í fyrir leikmönnum. Þú veist, þeir eru ekkert endilega að vinna okkur á einhverjum playum og hreyfa boltan eins og Spánverjar gerði í seinasta leik. Þú veist, Sjangeli er bara að fá boltan og svo bara fer hann á stað og erfitt að halda hann fyrir fram á sig. Þannig að við þurfum að reyna að gera vel í því að minnka svæði á hann og halda hann fyrir utan tegin. Báðir 3 leikmenn inn í hópinn, Elvar, Kristófer, 6 ferska lappir inn í hópinn. Það lítur að vera gott að þeirra við svona ekki verið að spila núna fyrir helgina. Já, og þetta er náttúrulega hörku leikmenn líka, þú veist, Elvar er náttúrulega bara besti íslenski leikmaðurinn og Haukur og Kristófer líka í háum gæðum sem allir vita, þannig að það breytir náttúrulega töluvert liðinu frá seinasta leik. Á sama tíma þá held ég við gert vel að taka séns á að rótera mikið í Spánarleiknum, þannig að ég reikna með að við verðum bara klárir í að leggja allt í sölunar hérna leiknum á morgun. Bestu þakkir, Baldur. Gangi ykkur vel.